Tónlist geðlyf og allir ættu að fá að stunda einhvers konar tónlist og inni hjá Reykjavíkurborg með þetta æðislega starf skólahljómsveitir. Hún á 4 skólahljómsveitir sem allar hafa gríðarlega öflugt starf og þetta eru dálítið svona gimsteinar og við getum alveg gert betur líka í því og hún gæti fjárfest í fleiri nemenda ígildum og þá eignast fleiri gimsteina. Skólahljómsveit Vesturbæjar skólahljómsveit sem með svona 160 nemendum, 15 kennurum. Það eru æfingar einu sinni í viku, alltaf hér svona samaæfingar og svo sækja krakkarnir sína einkatíma. Hvernig eru svona þínar kennsluaðferðir í þessu? Það er bara gaman, sko. Það er bara númer 1, 2 og 3 og kannski fjölbreytt efnisval. Það er líka mjög mikilvægt. Og bara þessi gleði og búa til spennandi verkefni og vera bara almennilegur æfingum og sama hvað kemur upp. Og bara ég held að öllum líði vel. Og við erum alltaf að vinna líka í því að koma fram þannig að krakkarnir fyllast svona öryggi. Því við erum í rauninni ekkert alltaf að búa til hljóðfæraleikara. Við erum bara að búa til kannski góða tónlistarneytendur fyrir framtíðina og út þessu samhengi þá koma alltaf einhverjir góðir hljóðfæraleikarar sem eru þá okkar framtíð á því sviði. En fyrst og fremst er þetta gaman og að við séum saman að gera eitthvað, sko.